Komið sæl, Rúnar Helgi Vignisson heiti ég og kenni ritlist. Ég ætla að kynna fyrir ykkur stuttlega meistaranám í ritlist. Ritlist nálgust við sem listgrein. Það listin að skapa úr orðum, en stundum reyndar þá leitum við í smiðju fræðanna þegar okkur hentar. Í náminu þá gefst áhuga fólki skriftir, þeim sem ætla sér eitthvað, kostur á að þroska hæfileika sína undir handleiðslu reyndra höfunda. Það hefur sýnt sig að ein besta leiðin til þess að þroska sig í ritstörfum að vinna með þeim sem að hafa reynslu að því að vinna í viðkomandi formi sem þekkja ritunarferlið. Og þess vegna eru allir okkar kennarar með reynslu þeir eru höfundar. Áherslan á frjóa hugsun og miðlun hennar í listrænum texta af ýmsu tagi. Þarf ekki vera skáldað. Lesnar eru bókmenntir hvaðan af úr heiminum meðfram og það svona til þess að við vitum hvað hefur verið gert áður, hvernig það var gert, hvað hægt að gera og auðvitað til að sækja sér innblástur. Grundvallar atriði í nálgun okkar að við lítum svo á að við séum öll skapandi. Við höfum öll eitthvað að segja og fullan rétt á að reyna að koma því á framfæri. Og einnig að okkur geti öllum farið fram ef við æfum okkur rétt. Þar gildir hið fornkveðna að æfingin skapi meistarann og það hefur sýnt sig í náminu við Háskóla Íslands að fólki fer alveg ótrúlega hratt fram, bæði hvað var það tæknilega atriði og eins þau fagurfræðilegu. Meistaranám í boði sem 120 eininga nám og það þrískipt. Helmingurinn af náminu svokallað ritsmiður sem við í daglegu tali styttum í smiðjur og það eru 60 einingar. Ritsmiðjur eru námskeið sem eru helguð ákveðinni bókmenntagrein og þar aðal áherslan á skrif nemenda. Þau skrifa efni og leggja fram efni reglulega og sumt af efninu síðan rætt af öllum hópnum sem vel að merkja ekki endilega mjög stór og þá gerist oft eitthvað óvænt því að við höfum komist að því að samtalið mjög góð leið til þess að þroska svona sköpunar og skálda taugina. Fjórðungurinn af náminu fræðileg námskeið. Þau eru oftast bókmenntanámskeið en þar sem við höfum heilan háskóla í kringum okkur þá alveg upplagt að reyna að nýta hann stundum til þess að heyja sér einhverja þekkingu sem hann vantar vegna einhver sem hann að skrifa, til dæmis vegna lokaverkefnis. Og þá komum við að því, það sem sagt 30 einingar. Það eins misseris vinna en fólk tekur sér iðulega lengri tíma í það. Ég ætla aðeins að fjalla betur lokaverkefnið á eftir en fyrst langar mig að nefna eiginlega fjórða þáttinn í náminu og það þáttur nemendafélagsins, blekfélagsins. Það skiptir ótrúlega miklu máli í þessu námi vegna þess að það hefur það hlutverk að hrista hópinn saman því betur sem fólk þekkist því meiri sköpunarkraftur kemur eiginlega upp úr hópnum. Og blekfélagið stendur fyrir alls konar viðburðum, það auðvitað með upplestrarkvöld, það stendur fyrir samskrifum, það stendur fyrir útgáfu og það fyrir vísindaferðir, það auðvitað árshátíð og svo á vorin þá stinga þau einum rithöfundi undir handlegginn og fara með hann eitthvað út á land og vinna þar undir hans handleiðslu eina helgi.
Þannig ég hvet öll ykkar sem að komast inn í námið til að taka virkan þátt í starfsemi Blekfélagsins. Nú, ég sagðist að tala meira lokaverkefnið sem rundar það eiginlega upphafsverkefni samt fyrir flest þeirra því að þetta oftast nær fyrsta langa verkið sem að fólk skrifar. En þetta sem sagt frumsamin ritsmíð af listrænum toga, þarf auðvitað ekki að vera skálduð endilega, hún getur verið sannsöguleg, en hún þarf að vera unnin á námstímanum eins og reyndar allt annað efni sem að nemendur leggja fram. Þeir læra mest á því að vera stöðugt að skrifa, minna á því að taka eitthvað gamalt upp úr skúffum. Lokaverkefni getur þá verið safn sagna eða annarra lausamálsteksta, það getur verið ljóðasafn, það getur verið greinasafn, leikrit, kvikmyndahandrit, þýðing, svokölluð sannsaga, nóvel eða jafnvel skáldsaga. Stundum það einhvers konar blendingur úr þessu. Iðulega fá við inn í námið fólk sem hefur lokið námi í annarri listgrein og finnur þá oft einhverjar skapandi leiðir til þess að samtvinna þessi listform. Lokaverkefni skal fylgja greinargerð vinnslu þess og helstu áherslur og það má líta á hana sem eins konar sköpunarsögu verkefnisins þar sem að höfundurinn fæst við ýmislegt sem að ýmsar áskorunar sem urðu á vegi hans við samninguna. Inntökuskilyrði, það fyrsta einkunn úr grunnnámi. Með umsókn þarf að senda sýnishorn af ritsmíðum umsækjanda og síðan tekur við fjalla betur það á eftir. Síðan tekur við 3 manna inntökunefnd og velur yfirleitt 18 manns inn í námið árlega og það á grundvelli þessara texta sem að sendir eru inn. Við reynum að afmá sem flest auðkenni af textunum, svona eins og kostur þannig að við getum fjallað á sem hlutlausastan hátt og fordómalausastan umsóknirnar. Nú, við viljum að fólki sem kemur í námið sé alls konar og við viljum ekki að það sé allt steypt í sama mótið. Þannig að við höfum gert ákveðnar ráðstafanir til þess að fólk sem ekki hefur neinn bakgrunn í bókmenntum að það geti komist inn í námið en þá þarf það að bæta við sig 30 einingum á grunnstigi í formi bókmenntanámskeiða til þess að geta stunda námið. Nú, það auðvitað ýmis tækifæri að námi loknu. Skapandi fólk, það finnur sér alltaf einhvern vettvang til að vinna á og það hefur sýnt sig að okkar útskriftarnemar hafa haslað sér völl vítt og breitt. Sum þeirra eru á fjölmiðlum, öðnur á forlögum, sum eru í kennslu, sum eru á auglýsingastofum og sum eru að vinna með ýmislegt kynningarefni í fyrirtækjum, vítt og breitt. En auðvitað hafa margir steðja fram á ritvöllin og sent frá sér bækur, leikrit og handrit. Og það gaman fyrir okkur að geta sagt frá því að útskriftarnemar okkar hafa unnið til fjölmargra verðlauna og viðurkenninga fyrir skrif sín. Og þeir hafa verið tilnefndir eða hreppt til allra helstu bókmenntaverðlauna landsins. Nú, í náminu þá notum við stundum kveikjur til þess að koma fólki af stað og hér ein kveikja fyrir þig ef þú hefur áhuga. Það að sækja nám í ritlist og til þess þarf að fara á vefsíðu Háskóla Íslands, hi.is. Þar þarf að veita beðnar upplýsingar og setja síðan saman stutta greinagerð ástæður þess að þú sækir og hér má sína listræna takt, það þarf ekki en það má. Og eins og áður sagði þá þarf að fylgja umsókninni mappa með sýnishornum af skrifum þínum og þá að gera að velja efni sem að gefur raunsanna mynd af þér sem höfundi. Það má vera ein löng ritsmíð, nú eða bland í poka, hámark 25 síður alls. Nú, efni þarf að vera á íslensku, við tilheyrum íslensku og menningardeild og satt að segja við eina rithöfundarsmiðjan í heiminum sem vinnur með íslenska tungu.
Ef að ég hef ekki í þessari stuttu kynningu svarað öllum spurningum þínum, þá eru hérna frekari leiðir til þess að afla sér upplýsingar sem ég hvet þig til að nýta þér. Ég bendi líka á myndband sem var gert ritlist og starfi í ritlistinni í tilefni af 10 ára afmæli ritlistar sem fullgildrar námsgreinar og það myndband má finna á YouTube. Pár í 10 ár heitir það. Takk fyrir mig.